Helsta stefna skólans að skilgreina sig og aðlaga sig að umhverfinu hverju sinni og umhverfið og samfélagið náttúrulega líka ofboðslega breytilegt. Þannig að við erum tilbúin að fara með því hvernig sem að það stendur og við reynum að leggja mikla áherslu á útinám og útikennslu. Og svona stundir eins og eru hérna í bakgrunninum hjá mér að stundum er bara gott að taka samverustund eða spjallstund akkurat út á bretti og vera síðan í leiðinni að efla þrautseigju og alls konar færni í líkamanum. Þannig að við reynum svolítið að styðja við og stuðla að þú sérst og vitir hvað tækifæri eru til alls staðar í kringu þig. Hvaða áhrif hefur þetta á krakkana sem eru í skólanum og leikskólanum? Það er náttúrulega oft svolítið erfitt að segja akkurat núna. Við viljum allavega meina að við séum að horfa til svona bara að hvernig við getum verið að mennta fólk til þess að vera góðar manneskjur og hvernig við hafa síðan þetta verkfæri til þess að athafna sig, takast á við lífið og tilveruna, takast á við að þegar þau mæta hindrunum, hvernig komast þau yfir og það getur verið einmitt þessi líkamlega í útináminu þegar þau eru að komast yfir einhverja ákveðna brú eða einhverja að komast upp á fjall eða þá bara hreinlega að leita leiða í tækninni, í forrituninni, að komast leiða sinna þar. Það snýst svolítið það, lífið og tilveran. Og líka í sköpuninni, þú veist að það sé þetta, ég hef hugmynd, þróum hana og framkvæmum hana síðan. Við erum svona til hliðsjónar við þau, að reyna að efla þau í það að sigra sjálfan sig. Sigra sínar hugmyndir og bara efla sína geti. Segðu mér aðeins hvað krakkarnir eru að gera hérna? Krakkarnir eru að forrita hérna og við erum með alls konar róbota og forrit og hérna til dæmis Osmo-stuð, það er fyrir iPada, það eru alls konar leikir til, eins og pítsuleikurinn, vinsælasti. Já, það er maður bara að græja pítsur og selja og þetta er bara besti leikurinn, allir að slást það. Svo eru til svona mús eða mís, þar sem maður er með svona mottu og er að reyna að fá músin til að fara ákveðna leið. Við erum líka með microbit og þetta eru svona smátölvur, þar sem maður getur forrita svona LED-ljós og talva gerir þá bara smiley eða einhverju tölur, stafræðidæmi, eitthvað svoleiðis. Svo erum við með róbota sem geta bara keyrt og hérna sem eru bara að fylgja einhverjum fyrirmælum, farðu áfram, snúðu þér í hring, blikkaðu með augun og þessi róbota geta líka tala og segja svo alls konar hluti, annarkvort eitthvað sem er forritað eða eitthvað sem maður tekur sjálfur upp. Shake, 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 shake your robot. Takk fyrir mig! Það er náttúrulega mjög gott fyrir alla til að læra forritun af því þetta þjálfar ákveðna hluti í heilanum og er bara svona rökhugsun og lausnamið hugsun. Þannig að þetta er bara mjög flott ef allir byrja sem fyrst, helst í leikskóla og þetta er bara hluti af okkar kennslu. Hvenær byrjaði þetta? Þetta byrjaði í rauninni í fyrsta bekk. Ég veit ekki hvort það er í leikskóla, ég er ekki alveg viss, en við erum með þetta í fyrsta bekk sem svona valgrein. Þannig að þetta er bara svona, krakkarnir byrja með svona leikjum, einföldum og svo verður þetta erfiðara og erfiðara og núna í 5. til 7. bekk þá eru krakkarnir orðin svo klárir að þeir geta bara forritað mjög mikið, einlega hvað sem er. Við erum ótrúlega þakklát og glöð með að geta fylgst með krökkunum frá því að þau eru 1 árs þangað til þau eru 16 ára. Og á þessu tímabili gerist ótrúlega margt og við náum að skilja þeirra þarfir miklu betur. Og við náum að fókusa á hvar þau eru stödd. Við þurfum ekki alltaf að byrja upp á byrjun þegar þau byrja í fyrsta bekk. Þá eru þau kannski komin aðeins lengra. Þannig að við hugsaum þetta líka svolítið þannig að hvernig við getum hort á einstaklinginn og einmitt þetta sem er oft áskorun, einstaklingsmiðaða nám. Við náum auðvitað svolítið miklum árangri þegar við erum færri. Og við náum líka árangri þegar við náum að horfa oftar í augun á hvort öðru. Og í því gerast ofta einhverjir töfrar.
þá erum við bæði komið með hérna ákveðið traust og við erum komið með öryggi og umhyggju sem að leiðir bara oft, að það þannig að það leiðir manneskjuna áfram í lífinu. Þannig að við erum að reyna svolítið að stuðla að því og síðan erum við líka bara þetta með að grípa tækifæri. Ef við erum með kennara sem klár í einhverju eða hefur áhuga eitthvað, þá bara já, þú veist, láttu vaða, gerðu það, farðu út á bretti, þú veist, ef þið finnst það góð hugmynd. En þú veist, þú náttúrulega þurfum við eftir okkar ramma, en rammin ansi víður að þú, í þeim skilningi, að þú horfir aðeins á tækifæri sem alls staðar í kringum þig. Hvaðan kemur þessi áhugi á listsköpun hérna á Laugarvatni? Þau eru bara, við erum náttúrulega með þetta svið hérna sem að þau eru duglega að nota og svo erum við alltaf með sal annarkvæmt föstudag og þá erum við að syngja og þau eru að gera leikrit og þetta bara, það eru bara allir svo skapandi hérna og það er allt leyfilegt. Þannig að ef að þeim langar upp á svið í daginn, bara já, fara upp á svið, gera leikrit, semja lög. Þannig að við erum bara, já. Við vinnum svolítið með að segja já við öllum hugmyndum og sérstaklega hérna í sköpunarkraftin hjá öllum þessum krílum. Þau fá fullt af hugmyndum sem eru stundum bara hugmyndir sem á okkur fullorðna fólkinu dettur bara enga veginn í huga að framkvæma. En við tókum það ákvörðun núna í vor að framkvæma allar þessar hugmyndir hjá þessum krílum og láta þau svolítið stjórna ferðinni. Eina sem við kannski gerum að hjálpa þeim að vinna saman en við segjum þeim ekki hvað þau eiga að gera og það alveg magnað að sjá sköpunarkraftin hérna springa út eins og flugeldar, það ekki svolítið þannig krakkar? Jú. Börn eru svo ofboðslega skapandi og lifandi og við fullorðna fólki þurfum svolítið að læra af þeim jafn mikið og þau þurfa að læra af okkur. Að það að leika sér og njóta að vera í samveru og sjá hvernig hlutirnir þróast á þess að vera búin að ákveða fyrirfram hvað gerist næst. Já, og leifa þeim svolítið, þau kannski komið hugmyndum að kannski svona, já ok, pröfið kannski eitthvað en svo bara fara þau áfram og maður bara býður eftir lokaníðust. Já, nákvæmlega, við sjáum allar hindranirnar, við fullorðna fólkið en þau sjá allar lausnirnar. Þannig að við hugsum lausnum! Ég segi þetta bara framtíðina fyrir mér að þetta verði bara heið eðlilega skólastarf. Að við getum bara séð miklu meira hvernig við getum hort á tækifærin og hvernig við getum hort á að, þú veist, nýta betur það sem við höfum í kringum okkur. Þannig að þetta sé svona, þú veist, sjálfbærara skólastarf. Það þarf ekki alltaf að vera að finna upp hjóli. Og svo getum við bara, fullt af skólum alls staðar á landinu, alls staðar heiminum sem að gera góða hluti. Henta þeir okkur eða ekki. Prófum, skiljum við. Og alltaf með nemendan í forgangi, þú veist. Númer 1, 2, 3.